Komin og sæl og blessuð. Ég að skrifa skáldsögur eins og þú kannski veist og átti ekki von á því fyrir 21 ári að mín fyrsta gefin út 2 ára síðar. En síðan liðin nokkur áratugir, þetta hljóta að líða með það. Og ég með eina núna sem ég búinn að skrifa en vinn núna í að fara yfir og gera klára til birtingar. Og hún birtist bara leið og hún búin og það gengur vel að fara yfir þetta. Þetta svolítið vinna, þetta svolítið að texta sko. Að fara yfir þetta alveg nauðsynlegt því að maður sér það, hefur náttúrulega reynt það í gegnum tíðina, gegnum hinar, að það geta breyst tölur og ártöl og svona og jafnvel breyst nöfn og mönnum og fólki og sem maður vill nú ekki að gerist. Þannig að það verður alltaf að fara yfir þetta. Og ég semst að vinna í að fara yfir þetta núna þessa sögu. Og ég verð nú að segja það sjálfum mér til hóls og það sé bannað, maður má ekki hæla sjálfum sér, þú veist að hún að hafa rosalega góð áhrif á mig þessi saga. Mér líður vel að vinna með henni og að vera undir henni. Og ég hef þetta huglega það ef aðrir sem að heyra þetta upplifa sama, þá ég væni minn í aldeilis góðum málum. Þegar það nú einmitt og akkúrat það sem að tilefnið að aðrir lesendur fái eitthvað út úr þessu sem að gerir þeim gott. Þess að mér líður mjög vel undir þessari vinnu, ekki bara vegna þess að ég höfundurinn, heldur eitthvað í henni svona sem að snerti mig svolítið. Þetta náttúrulega líf sem að ég lifði í mörg ár og vann við í mörg ár og þekki eins og fingurnar á sjálfum mér. En svona ég hef nú ekki upplifað þetta sjálfur með þessum hætti á meðan ég var að skrifa þetta, en geri það núna, mér finnst þetta magnað. Já, eins og ég var að segja á þann, að ef að lesendur að upplifa sama, þá bara endurteki ég það sem ég sagði á þann, þá ég nú bara að gera býsna góða hluti, það ekki rétt. Þetta náttúrulega allt saman bænarefni. Ég held ég setjist við þessar skriftir alltaf að undan genginni bæn. Það eins með þessa vinnu, þetta allt saman að undan genginni bæn. Og þess vegna bið ég þig sem heyrir, biddu fyrir þessu. Ég veit að drottinn ætlar að láta mig skrifa meira og já, ég ætla ekkert að segja hvernig mér líst á það, en erum við ekki dáin sjálfum okkur og hefur við ekki gengið skuðu á hönd og sagt verið þinn vilji, þannig að þarna bara ræður maður engu í raun og veru, en ég veit samt að ég get alveg neitað. En allavega þá klára ég þetta verk og þú færð að sjá það undir eins og það komið í höfn og ég heldur svona, mér langaði til þess að deila þessu með ykkur því að mér finnst þetta svolítið sérstakt. Ég hef aldrei upplifað þetta áður með neitt af mínu sögum en geri núna, mér líður svakalega vel að vinna þetta. Og ég var að pæla því, ef aðrir upplifa sama, þá Konráð Rúnar bara í bestu málum. En þetta nú allt saman eitthvað sem Guð þá að gera og ég þakka auðvitað honum. Kannski verður þetta svona og kannski verður þú þegar þú heyrir þessa sögum bara alveg í 7. Ekki láta mig vita. Ég nenni ekki að hlusta á það. En samt, ef þú upplifir eitthvað sama og ég, þá ertu bara að upplifa sama og ég og þá veit ég alveg hvernig þið líður, að þið líður vel. En við segjum þetta gott og svo bara bíður þú spenntur eftir því að verkinu ljúki og þú getur farið að lesa hana yfir farna frá A til Ö. Ég held ég lesa hana nú ekki upp. Ég hef nú gert sömar af þessu sögum að hljóðbók en það svo mikil vinna við að lesa þetta upp að ég eiginlega treysti mér ekki í það. Svo fyrir utan það að þá gengur mér ekkert vel að lesa, ég get alveg lesið og ágætlega skýrmæltur og kemur vel frá mér orði en það rosalega þreytandi. Það nú bara sannleikur málsins sem að þú þekkir leið og þú ferð að lesa eitthvað. Það svo margt, kæru vinir, sem við vitum ekkert að því við höfum aldrei reynt það. Það svo margt sem við erum ekkert að gera
en okkur finnst ekkert vera neitt mál, en breytum skoðunundir eins og við förum í verki og sjáum að þetta bara hellingsvinna. Og hvað ekki hellingsvinna? Ég benti mér á það. Ég hef ekki orðið var við hana þá. En ég var búinn að kveðja og þá kveði ég aftur. Ég kveði vanlega 3 en ég ætla bara að kveðja 2 núna. Og nú ég farin, verið þið sæl. Góðan daginn, gott fólk. Við erum hér saman að tala, eða ég að tala við ykkur. Ég gæti mun á því að ég ekki hægt að svara tilbaka. Það svo leiðilegt. Svona þetta í dag. Innstefnan allsráðandi og allt í lagi með það. En hver skuldastaðan hjá okkur? Mér og þér. Hún góð hjá mér. Og veistu af hverju hún góð? Að ég eiginlega var búinn að fá upp í háls á því að vera skuldugur. Þannig að þú heldur að ég þekki ekki þá hlið mála, þá ert þú að vaða mikinn reyk, því að víst að ég þekki hana örugglega jafnvel og þú. Hver hins vegar skuldastaða þínir í dag og ástandi þar hef ég ekki hugmynd um. En mín skuldastaða góð og hún líklega komin í góða höfn af einni ástæðu. Kannski var byrjunin á því öllu ferli að Drottinn talaði einu sinni til mín. Ég var eins og þú og sjálfsagt fleiri í minni stöðu, okkar stöðu, að ég var á þeim stað að ég var að svona leita mér að flíkum með þetta eins og gengur og gerist og það var alltaf sama saga, en maður fór alltaf þangað sem ódýra staðar og var að kaupa notaðar flíkur, svo sem má geta flíkur allt í lagi með það. En einn daginn að þá fekk ég svolítið ofan í gjöf hjá Drottni. Hún var á þann veg að hann spurði mig, Konráð, hann kallaði mig stundum Konráð, til hvers heldur þú að ég hef verið að láta þig hafa peninga? Ég var að láta þig fá peninga til að þú keyptir þér sjálfur það sem þú þarft. Hvort sem að fatnaði eða annað sem þú þarft. Ég man nú ekki alveg hvort ég tók hann orðinu strax, en þetta sat í mér. Og ég spurði sjálfum já, til hvers ég með peninga? Í hvað ætla ég að nota þessa peninga? Og á þeim áru var ég ekkert að fara neitt vel með peninga, þó ég væri kristinn maður. Þannig að ég söðlaði lagði þessar ódýrustu búðir til hliðar, eða gjafabúðir meira kannski, og eftirleiðis hef ég bara keypt sjálfur mín fatnað og þá eiginlega fór þetta allt að breytast. Og ég sá að Drottinn var að blessa þetta. Og í kjölfarið á því máski, ég man ekki alveg hvernig röðurinn á þessu var, en líklega það nú eftir að ég fer í bankann og sem við þá sem ég skuldaði og 5 árum seinna var ég orðinn skuldlaus allstaðar. Já, ég held að hann verið eftir það, að hann byrjaði á hinnum. En ég man eftir því að þetta ákveðin kúvending hjá mér til ég fæ þessa spurningu frá honum til hvers ég væri að hafa peninga, til hvers hann væri að láta mig hafa peninga. Og síðan eins ég var að tala áðan hef ég bara verslað, sem hann fallega á búa, hann bara keyptur, reyndar á netinu. Og þú getur keypt nýtt á netinu og þú getur líka keypt nýtt í verslun heima, þú hefur frjálsræði það. Og það svo merkilegt að þegar ég fór að fara þessa leið og hætta að horfa í hvern aur, vitið það, ég á alltaf nóga peningum. Ég ekkert að monta mér neitt af því, en ég ekkert veldur auðugur maður með milljónir upp á vasan, það ekki málið. Og hvað hef ég að gera við einhverja milljónir upp á vasan? Ég hef ríflegt fyrir mig
Og ef ég ætla að gera eitthvað þá náttúrulega stekki ég ekki bara á það og gera það. Ég þarf að undirbúa það og það allt í lagi. Ef að drottinn vill að ég fari þá fer ég þangað. Ef hann vill að ég geri eitthvað þá geri ég það. Og það hefur alltaf gengið upp. Akkur það? Nú vegna þess að drottinn blessandi Guð. Þetta trúarskrefið sem hvert og eitt okkar verður að taka. Það þetta. Með öðrum orðum, þú lærir að treysta Guði og þá opnar hann líka fyrir þér flóðgáttir himinsins alveg eins og orðið segir. Ég að segja þér þetta, ég að upplifa þetta, en þú þarft að gera þetta líka fyrir þig til að upplifa þetta sjálfur og af hverju? Hver munurinn? Ég að opna á flóðgáttir himinsins fyrir mína trú. Mín trú skiptir mig öllu máli. Þín trú gerir sama fyrir þig ef þú vilt það. Þannig að við erum á grænni grein þegar að við áttum okkur á því hver Guð er. Ég æ betur að átta mig á því og ég því að tala sannleika því að tala þetta. Þannig að þessi 300 skall á mánuði sem ég hef, hann alveg að nægja mér miklu meira en nóg. Ekki svo að skilja að ég vilji neitt missa af þessu, en þetta þær tekið sem ég hef. Hættur að fá rukkanir frá lánastofnunum sem að skuldaði nú alveg alltaf einhverjum og seinna í hver skipti. Þannig að ég þekki það líka. Nei, kæru vinir, ef þið eru á þessu stað, farið af honum núna. Og byrjið að vinna ykkar vinnu og þegar ég fór í þessa vinnu, þá var maður komin á þann stað í þessu og ég sagði 5 ár ekkert mál. Þess að tók mig 5 ár að losna við þetta. Og 5 árin eru liðin fyrir 15 ára. Ég Guð maður vita hvað, ég man ekki hvernig ég fór í þetta. Og þetta enn í dag. Seglið þessa stefnu og kemst í höfn á settum tíma. Þannig að þetta hefur svo margt breyst í þessa veru og ég get sagt ykkur það að þessu ekki saman að jafna. Og þú getur alveg verið þarna. Alveg eins og ég. Og hvað ég að segja þetta? Þetta það eru margir í vandræðum með sína peninga. Kunna illa og ekki að fara með peninga og kvarta svo stöðugt yfir því blómkveitum. Þetta lenska, en samt einhvað sem við kristnir menn ættum að rífa okkur úr. Því við eigum Guð sem segir yfirflæði blessana. Hann opnar gáttir himinsins fyrir okkur. Hennar segir okkur hvernig við gerum það. Við gerum það með því að gera það sem hann að bjóða. Hann þarf enga peninga frá mér. Hann á alla peninga heimsins. Hann getur veitt hvert sem hann vill. Og hann veitir þeim til sinna mann og kvenna sem að hann sér að ætla að höndla þetta með réttum hætti. Það eitt af því sem maður lærir í Guði. Að þú lærir að höndla með réttum hætti það sem að þér snýr. Þá verður þú kannski upp undir fyrirmynd þegar þú gengur á vegi drottins. Já, það til alls að vinna að vera á hans vegi. Við segjum þetta gott í dag og kannski fekk einhver smávegis uppörvun og hvatningu og það var málið. Komið nú sæl og blessuð. Ég bara meittur við giltu gleraugun mín sem ég tek æði oft ofan og svo setjum ég það á mig aftur. Þetta svona allt í skiptis. Svona eru sumi kallar, þeir gera þetta svona. En sumi kallar eru líka meira. Þeir hafa dáláti á nokkrum sem heitir Jesús. Og þar aldurinn afstæður. Og það hefur mann auðvitað séð og uppgötað að aldur afstæður. Hann alltaf afstæður. Þannig að þú ert bara þinn gamli góði nefndu nafnið þitt
eins og þú voru alltaf verið. En þannig ég allavega. Ég sé engan mun á mér núna og fyrir bara 50 árum. Svipaðar hugsanir, væntanlega svolítið þroskari að ég ætla nú rétt að vona það. En fyrst og fremst ég bara ég. Og núna í síðustu 30 ári, yfir 30 ári, hef ég trúað, treyst og fylgt Jesú Kristi. Og alveg ágætlega sáttur við þau lífsskipti. Svo sáttur að eru engar pælingar að gera neitt nema að vera þar. Og gera það sem þarf til að maður sé örugglega þar. Já, maður hefur hort á eftir nokkrum sem virtust vera í eldi trúarinnar og svo hvarf þessi eldur og veistu hvað kom í staðinn? Tóm gremja, minn kæri. Svona getur nú maður valið að fara með sig sjálfan, já, valið. En að svona reyna að slá aðeins á þetta valfrelsi með því að gefa ýmislegt í skyn. En það hef ég séð, og ég stend við það, að lífið nú samt sem áður val. Og ég ætla að velja að dvelja hjá Jesús og gera það sem að ég get til þess að ég standi mig nú í stykkinu þar, eins og ég hef nú gert yfirleitt í lífinu, ég hef nú yfirleitt staðið mig ágætlega í stykkinu. Það held ég að megi nú alveg segja manni til sannrar vegar, sanns vegar. Það sjálfu sér ekki neitt mælikvarði. Þó maður sé ágætis manneskja, þá það í sjálfu sér engin mælikvarði. En mælikvarðin í dag lífsstíllinn. Hver hann? Hvernig lítur hann út? Hann alvöru? Hann ekta? Hann eitthvað annað? Ég vil að minn lífsstíll sé ekta. Og það sem ég segi standi skoðun. Þú mátt alveg skoða allt sem ég segi ef þú vilt. Þetta stenst allt. Þannig í Guðanabænum verð ekki að leggja þig vinnu við það því að þetta bara vinna út í loftið. Bara trúðu því sem ég að segja. Ef ég segja það ekki, þá það vegna þess að skeða aldrei. Þannig erum við nú svolítið misjafn. Og það af einni ástæðum að frú gremja hefur svo oft öll yfirtök. Hún alveg hræðilega leiðilega þessi gremja. Og svo líka hún uppetandi fyrir viðkomandi einstakling. Þannig að hún á engan hátt góð. Og að ekki þurfum við nú að vera þar mjög lengi, nema við viljum það sjálf. Það ekkert að gera neitt í því að þú velur þetta, þá bara ertu þar. Að ég vil vera það sem að Jesú Kristur boðaður og hann tilbeðinn, vegna þess að ég má það. Og ég svo þakkláttur fyrir það, en þetta raun og veru þrái í hjarta mínu. Þess vegna ég alltaf unglegur og fallegur. Þess vegna heldur andliti sér svona nokkurn veginn. Það verður ekki krumpað og grátt. Og þó að það væri það, þá væri ég nú líklega bara konnurhamnaður, ég hugsa það nú. Það allt í lagi að líta vel út. Þó ég sé nú ekki manneskjan sem að pælir nú mikið í útliti og hefur reyndar aldrei gert. Það hefur ekki verið mitt vandamál að vera neitt að velta því fyrir mér. En þú mátt svo sem alveg velta öllu því fyrir þess að þú vilt sjálfur. En við erum að fara hérna á stund. Þetta ekki eitt mjög langan tíma sem verið hefur í Smárakirkju í allmarga mánuði og enn. Og þangað öllum boðið og allir sem að vilja efla kynni sín við Krist koma og fara eldari í sinni trú og fræddari sína trú en kannski var áður.
Og þannig vöxum við skref fyrir skref, stig að stigi. En einnig því ráðum við öllu sjálfu Notum Biblíuna, notum orð Guðs til þess að fræða okkur upp úr og hættum þessu bulli í kringum svo margt. Já, líka í kringum trúna. Við höfum ekki að vera bullarar. Við höfum að vera fólk staðreinda. En ekki bara eitthvað sem ég held. Heimurinn þar. Við erum af heiminum, en við erum í heiminum fyrirgefiði, en við erum ekki lengur af honum. Þess vegna segi ég ekki vera bullarar. Heimurinn að bulla sig í kaf, fyrir margt löngu búin að bulla sig í kaf. Við eigum ekkert að vera það, að við þurfum það ekki. Hvað segir þú svona boðskap? Ég finnst þetta bara góðu boðskapur og þetta sannu boðskapur og þetta réttu boðskapur og þetta boðskapur sem fólk þarf að heyra. Heimurinn þarf ekkert nema sannleikann. Og sannleikurinn í orði Guðs, í Jesú nafni. Ég segi þetta gott og við höldum þessu góða verki Drottins áfram og verið nú sæl.